Við erum stödd hér á Hálsnef og Erna, líta, bruna og æða skurðdeild og erum að klára fyrsta fasa í innleiðingu á þráðlausu vörpun á lífsmörkum úr mælitæki í sjúkraskrá. Þetta verkefni er mjög tímasparandi og það hefur verið reiknað gróflega út að á þessum mælum sem búið er að innleiða í pilotverkefninu og í fyrsta fasa erum við að spara cirka 82 klukkustundir á sólarhring. Þannig að ávinningurinn er gríðarlegur, spara nokkur stöðugjöld á sólarhring. Þannig að þetta er verkefni sem er mjög hagkvæmt og borgar sig upp á mjög stuttum tíma. Verkefnið er samstarfsverkefni milli gæðadeildar sem er á forræði framkvæmdastjóra lækningar og hjúkrunar og heilbrigðis upplýsingatæknideildar sem er á forræði framkvæmdastjóra þjónustusviðs. Þetta verkefni og ganga mjög vel. Sjúkraliðin tók þetta verkefni að sér og þetta hefur gengið svo að sé að hnökralaust. Einstaka tæknivandamál sem hafa komið upp sem hafa verið leyst bara snarlega og samstarfi heilbrigðis og upplýsingatæknideildina hefur gengið mjög vel. Mjög spennandi verkefni. Meira öryggi fyrir sjúklinginn. Þar sem að mælingarnar færast inn í rauntíma og berast strax inn í sjúkraskrá og eru sýnileg á til dæmis hjá okkur á töflu inn í vaktherberginu. En við sem erum að mæla, við verum alltaf að vera meðvituð það að láta hjúkrunarfræðinginn vita ef að lífsmörkin eru ekki sem best verður ákosið. Sko áður þá mældum við sjúklingana, skrifum við það á blað og færðum það inn síðar og þá náttúrulega fór þetta ekki inn á rauntíma og þá er þetta svona tvíverknaður. Sem verkfræðingur finnst mér að mitt hlutverk hjálpa starfsfólki spítala og í mars í fyrra þá kom ég hingað og hitti Ingibjörgu og fórum að skoða saman velkjönlan mælitæki og Ingibjörg spurði mér var hægt að gera eitthvað, var hægt að láta lífsmörkin flæða beint úr þessum tækjum inn í sjúkraskrá sjúklings og ég fór að athuga það og við höfum sem sagt þróað lausn, útfært lausn og pröfað að vinna á þessari deild og þetta var sem sagt mín tilraunadeild af 4 og verkefni byrjaði sem sagt í mars í fyrra og innleiðingin var búin í júni. Þessi lausn sem búið útfæra líður í því að auka sjálfvirkni hjá spítalanum með aðstoð tækninnar. Sendingarnar eru öruggar og rekjanlegar líka. Þetta verkefni er fyrsta verkefni þar sem við vorum að nota þráðlausnet spítala til að senda lífsmörk og það mun fleiri tæki sem geta sendt líka lífsmörk í þráðlausnet spítala og til dæmis á Karolinska það ekki verið að senda lífsmörk í þráðlausnet en við hjá spítalanum erum búin að gera það sem er glæsilegt og frábært. Í fyrsta fasa innleiddu við á 43 mæla víðsvegar spítalan. Í öðrum fasa 2 sem er búið að ákveða að fara í snýst það að klára innleiðingu á allan spítalan og það eru cirka 63 til 65 mælar í viðbót.